Haukur Hólm, hjartanlega velkomin í sjókastið. Takk fyrir það. Einhverju kunnað veltaði fyrir sér hérna Haukur Hólm, þekkjum þig kannski ekki beinlínis sem hérna svona frægasta sjómann Íslands, en þú ert öllum landsmönnum kunnur í gegnum sjónvarpsviðtækin okkar og hefur verið lengi vel í blaðamennsku. Já, öðrum showbusiness. Öðrum showbusiness, þetta var nice. Og hérna, en sko ástæðan fyrir því að ég hérna hafði samband við þig og baði þig hérna einlæglega að koma innan þátt svo að þú sagði mér þegar við hittust fyrir svona ári síðan, sagði mér frá því að þú hefði farið á sjó fyrir ábyggilega mörgum áratugum síðan sem ungur maður og þú sagðir þetta með svo mikið neista í augunum að ég hérna með datt í huga þetta hafði haft mótandi áhrif á þig. Já, og ég enda hef alltaf verið mjög heillaður af sjónum og ég hef ekki lagt sjómennsku fyrir mig. Ég hef heillaður af sjónum, ég alinn upp niður í miðbæ Hverfisgötu, bindum á danska sendiráðinu og mitt leiksvæðilega þegar ég var krakki var höfnin. Maður var þar á Dorga, fór í Ellingsen og keypti færi, fór svo í fyrirtæki sem heit Fiskhöllin sem var þarna rétt í Hafnabúðum og þar fekk maður svona afskurð sem beitu og svo var maður á Dorga á bryggjunum þarna þar sem að hvalaskoðunarbátarnir eru núna, við Ægiskarð og það. Og hérna og veiti þar svona eitthvað ufsa og eitthvað kola og fór með heim og mjög stoltur og sína mömmu hvort þetta ekki kvöldmatinn en það var aldrei en það var svona mikið hobby og ég var mjög heillaður af sjónum og skipunum það var eitthvað við þetta sem að það var svona ævintýraheimur. Þegar þú ert að alast upp á Hverfisgötunni þá Reykjavík kannski meiri eða svona augljósari útvegsbær heldur en í dag. Algjörlega, þá var þarna þetta svæði frá það sem núna miðbakki og svona aðeins vestur úr þarna voru fraktskip og síðan þetta fiskiskip alveg í bara, þetta var aðal höfnin í rauninni, Sundahöfn var ekki komin og þetta var bara höfnin þarna laðist Skuldfossað og svoleiðis þannig að þetta var eins og segja, þetta var svona ævintýraheimur dálítið, þetta var svona tenging við útlönd dálítið. Ég verða hérna gangast við, ég er svo hérna sérstakur eða forn í fari að Dagur B. Eggertsson, núverandi þingmaður og fyrirverandi borgarstjóri setti mynd á Facebook nýverið, þar sem tvær myndir þar sem hann bar saman hafnarsvæðið 1908, 10 og 5 held ég og svo aftur 2025 og svona loftmynd sem að sýnir einmitt þetta miðbakkan og svæðið þar sem að hérna á gömlu myndinu þar samar í raun og veru portið þar sem að Faxaskáli var svo og hérna og rísi áfengum og fullt af svona rauðum og litskrúðum gámum og hérna ég bara, mér fannst þetta svo sjarmerandi og ég fylltist bara einhverju svona nostalgíu og ég næstu sakna bílaplansis við Tollhúsið. Ég saknaði alveg bílastæðana, já. Þannig að mér fannst það miklu meira sjarmerandi svæði svona sjá á myndum heldur en í dag. Nú þetta bara hótel og svona, en við skulum ekki gleyma því samt að Reykjavík í tonnum talið sem er landa, þá hérna Reykjavík fyrir sakir brims fyrst og fremst stærsta sjávarplássið ennþá á landinu. Sem kemur mörgum óvart. Og en þó að við höfum mörg hver kannski fjarlægst þessa tengingu eða beinutengingu. En segðu mér af þinni beinutengingu, þú ert ólst upp á Hverfisgötunni og fórst að Dorga. Af hvernig heimili kemur? Ég er yngstur bara hálfsystkini, ég eina sameiginlega barn foreldra minna og hérna pínlítið degra við mig þá og mamma og pabbi unnu bæði úti þannig ég hafði mjög frjálsan tíma og var einmitt mikið niður á höfn og pabbi rak efnalög mamma vann í svona kvenfataverslun niður í miðbæ og ég var í miðbæskólanum þannig að þetta var svona mitt miðbæskóli sem núna kvennaskólinn var menntaskólinn við Tjörnum tíma og akkurat. Stóra gamla flotta bárjáshúsið við Tjörnina. Ég gekk í þann skóla líka, hérna enda miðskólinn þá í mjög stuttan tíma. Já. Þannig að þetta var svona mitt svæði og höfnin eins og ég segi, ég var mjög mikið þar. Ef maður var ekki í fótbolta þá var hann á höfn. Og reyndar má segja mín fyrsta sjómennska var þetta orðað þannig, var einmitt frá Miðbakka því að þegar ég var 7 ára þá fór ég með Gullfossi það var 1963
með fóreldurum mínum og þetta var fyrsta vetraferðin þannig að það þóttu tíðindi þegar skip kom og fóru á þessum tíma þannig að það kom heil opna í vísi þessa ferð nú væru Gullfoss að fara fyrstu vetraferðina og við tölum myndir af nokkurum farþegum þar af meðal annars mér og fóreldurum mínum að því ég var yngsti farþeginn borð og það var siglt til Hamborgar og Líð og Kaupmannahafnar ástæðan fyrir þessu var að foreldrar mínir höfðu gift sig þá, þetta var svona brúðkaupsferðin þeirra og barnið fylgdi með en ég átti af og ömmu í Kaupmannahöfn og það var stoppað í tæpa viku í Kaupmannahöfn þannig að það var svona dálítið svona hugsunin með þessu heimsækja af og ömmu sem satt foreldra föður míns og með við komum í Líð í Skotlandi og þá Edinborg og svo Hamborg svo þegar við vorum í Hamborg þá kom tilkynning þarna í, ég veit ekki hvað það heitir svona móttökusalinn eða móttökuna sem að lappar inn í skipið svona, að væri hafið eldgos suður á Vestmannaeyjum það var að Surtseyjargosi og ég á heima hjá mér stóra mynd sem er ábyggla hátt í fermetri af Gullfossi með Surtseyjargosið á bakvið og ég man nákvæmlega augnablikið þegar þessi mynd var tekin því að ég man alveg hvað ég stóð Já, þú varst borð að sigla í pendlinum framhjá Já, og ég man alveg hvað ég stóð því að ég man eftir flugvélni sem flög yfir sem myndi var tekin úr Magnað, þarna varstu hvað særi, 7 ára gamall Sko ég er að reyna að púsla þessu saman hvað ár ertu fættur? 56 Þú ert fættur 56, ég þorði ekki að segja þetta ég myndi segja smyrja á því einum auka áratug en þú ert svona fullorðinn og ég er að glíma við það að eins og margir aðrir að annarkvort verða sköllóttu fyrir fertugt eða hvítharður en þú einhvern veginn, sko ég veit þú ert örugglega þreyttur á þessar spurningu en hvað er eiginlega sko þú virðist ekki ætla að missa hári fyrir áttrætt og það er bara þú skartar fallegra hári heldur en margur hverjum tvítugt Ég er vonið verða allavega áttræður og ég vonið verði með hárið ég reyna að passa upp á það Þetta er svolítið rockarlegt en við komum að þess að því á eftir með svona rockara elementið í þér En eitt rétt varðandi að þú vorum að tala miðbæðaskólan okkar gamla skóla er að sem var þá held ég þegar ég var þar sennilega eitt stærsti barnaskóli landsins ef ekki stærsti það sem var svolítið sérstakt þá og það sýnir hvað tíma það breyst enda orðin gamall er að þegar ég fór þessa Gullfossferð þá var ég eini krakkin í öllu skólanum sem hafði farið til útlanda Já, magnað. Núna getur þú farið í mjög stóran skóla og þú finnur mestalega eitt barn sem er ekki búið að fara til útlanda. Akkurat. Þetta er svona breytti tímar. Þetta eru breytti tímar. En nú er ég aðeins að tengja í kollinum á mér. Þú ert alveg upp í miðbænum, sko, og svona, hvað maður að segja, miðbæðarotta. Já, svona framan af. Ég bjó sjálfur, sko, á þessum aldursárum, sko, 6, 7, 8, 9 ára gamall, þá bjó ég á Klappastíg 17 sem að brann einhvern tímann, svona eftir aldamótin. Og mitt helsta leiksvæðið á þessum tíma var einmitt Reykjavíkurhöfn og ég dorgaði mikið og við skutum okkur borð í bátana og stálustum borð í hvalbátana og svona en þannig að það er kannski eitthvað sem að fólk myndi ekki búast beint við að þeir sem eru aldir upp svona niður í sollinum endi eða sko tengi svona tilfinningaböndum hafinu og sjómennsku en það er kannski bara nóg að vera svona nálægt höfn. Ég hugsa að það er bara út frá minni tilfinningu það er eitthvað svo heillandi við hafið heillar sko, ég held að það sé alltaf þannig og það er, ég held að öllum finnist gott að vera nálægt hafinu sem er fyrst ekkert gott að vera á hafinu en ég held öllum líði vera svona nálægt hafinu svona þessu lífi, sjá öldurnar og heyra brimið og ferska loftið og maður verður svolítið lítill já, mjög lítill Þetta er svona auðmyggjandi, maður átt að segja á sínum breiskleikum einhvern veginn þegar maður stendur frammi fyrir þessum höfuskeppnum. Já, og gerir sig grein fyrir smæðsinni og leið innræti maður hjá sér nákvæmna virðingu fyrir þessu afli og náttúruöflunum að þau er eitthvað stærra og meira maður sjálfur og maður þarf að sína þessa virðingu. Akkurat. En þarna varstu bara svolítið mikið ungur hvað gerir svo hvar
hvar varstu á úlingsárum? Þá var ég komin inn í Voga því að pabbi minn dó þegar ég var 11 ára Já. og þá fluttum við og fluttum þá inn í Ferjuvog og ég fór í Vogaskóla. Þar var ég nokkur ár. Svo fluttum við reyndar aftur niður á Skúlagötu. En ég hélt hins var áfram í Vogaskóla. Fór reyndar aðeins í Austurbæjarskóla í 2 ár en síðan aftur í Vogaskóla þar sem ég hef verið áður. Þannig að það var svolítið svona flakk á mér. Og svolítið flakkaður og mistir föðurinn segir 11 ára gamall. Og það ekki erfið reynsla? Það var mjög erfið reynsla og ekki síst kannski hvernig hann bara að það var að vori í maí og ég var að koma heim úr skólanum var að ljúka og ég kem og opna dyrnar heima og þá hann voru bráðkáttur og lág á gólfinu. Þannig ég er kom að honum. Og það er kannski annað táknum breytta tíma er að á þessum tíma var bara sagt, bara býtt á jakslinn. Já. Það var það sem maður gerði. Já. Svona löngu setna vinnur maður úr svona reynslu. Akkurat, það var ekki beinlýs verið svona hugsa mikið út í það veit það eitthvað svona áfalla hjálp eða samfræði aðstoð. Það er ekki utanum mann og svona en svona svo er eiginlega fljótlega bara farin út að leika þér. En sko af því að þú varst eina sameiginlega barn foreldræðina en byggu fleiri systkini á heimilinu? Já, systir mín sem næst mér í aldri, hún var 9 ára, hún bjó þarna líka. Já. Þannig að þið flyttið saman fjölskyldan þannig á milli þessara staða og gæst í Vogaskóla þá? Já, hún reyndar, systir mín fluttir til Danmörkur svona fljótlega eftir þetta, þannig að til að hafa nei, bara sjálf fór að vinna og í Danmörku og þannig að það var rauninni bara ég og mamma. Já. All right. Og hvað hvert fórst í menntaskóla? Nei, já, ég fór í MH en var einhvern veginn ég veit ekki hvað segja, rótlaus eða áhugalaus og hafði svolítið svona frjálsar hendur þannig ég hafði ekki agan, þannig ég hætti. Fljótlega? Já, innan semst á bara fyrsta ári eða? Já, ég náði ykkur meiningum en en ég hætti mjög snemma. Og hvað lá fyrir þig þá? Varstu komið með einhverja stefnu svona, einhverja hugmyndu hvað þegar þú erið stór eða var Já, í raun, ég var komið mjög snemma með stefnuna að vera blaðamaður. Já, það er hreinlega þannig. Já, ég var svona áður en kannski ég var búin að finna alveg þá fjöl, þá var ég dálítið svona, fannst mér í vandræðum því mér hafst einhvern veginn allir, svona vini mínu vita nákvæmlega hvert ætluðu. Ég var ekki með á hreinu, en fann þessa fjöl og reyndar má segja að fundi hana dálítið í gegnum aðra leið. Ég var með drauma að vera skáld. Já. Og ég vissi það raunsær að vita að ég var kannski ekki það raunsær að vita að ég er ekkit endilega gott skáld en ég var það raunsær að vita að það væri kannski ekkit góði tekjumöguleikar í því. Þannig ég hugsaði með mér, ok, hvað ger ég þá fyrir utan þá skáldskapinn, hvað vil ég gera? Því fann mér langaði að skrifa. Ég hef alltaf verið rosalega forvitin og áhugasamur bara allt í kringum mig. Þannig að þá áttaði ég mig á því, ok, ef ég gerst blaðamaður, þá er ég að skrifa og æfa mig að skrifa. Og fær þá borga fyrir það. Og fær borga fyrir það, föst laun og get líka svala þessari forvitni minni eða áhuga mínum á bara öllu sem er í kringum mig. Áttur er einhverja fyrirmynd í þessu umhverju og var eitthvað skáld eða rithöfundur, blaðamaður? Já, ég hef alltaf lesið rosalega mikið, engin sérstakur blaðamaður. Nei. Því að það svo sem vissi voru lítið þá. Það var svona, þessum tíma var sjónvarpi til þess að gera nýbyrjað og maður vissi ekki endilega hverju þetta voru sem skrifið í blöðin, alltaf. En ég alltaf lesur rosalega mikið og það voru svona ýmsir kannski rithöfundar og ljóskáld sem ég hafiði áhuga á. En mér fannst bara eitthvað heillandi við þetta að vera annars vegar að skrifa og hins vegar að bara spyrja, forvitnast, í rauninni fræðast. Og það var eiginlega svolítið svona mér finnst það hafa verið eiginlega besta menntunin. Já. Að spyrja og lesa og forvitnast. Þetta hefur svona drifið þig áfram á þessa braut. Já. En þá komum við að sjómennskunni vegna þess að ég veit að Jóhannes Kjarval, hann vissi sennilega alltaf að hann langaði til þess að mála.
en ég veit líka að hann hérna reri á skútum svona 17, 18, 19 20 ára gamall svona til þess að hafa í sig og á. Þú lendir í þessu eða ekki, eða hvernig axlaðist það? Nú komum við að hérna stóru spurningunni, þú fórst á sjó hérna á úlingsárum. Nei, já, ekki alveg, já, svona ekki úlings en ungur. Já. Ég var einn túr á togara, það er svona mín svona formlega sjómennska. Já, getur sagt stoltur af því. Já, en það var svolítið ævintýri og það gerist þannig að þá var ég að vinna á Kleppi og hérna var rosalega forvitin með þessi forvitin síðan talum og heillaður á sjónum og skipum. Datt í hug þegar ég var í sumafríi að fara og reyna að fá skipspláss, fara einn túr með togara og vinur minn ákvað að gera það sama og við fórum saman og hann fekk pláss hjá Ögurvík á Ögra eða Vigra, ég man ekki hvort er og ég fór í það sem hétt minni mig hraðfrististöðin sem var þarna á Mýragötu og fekk pláss á Engey R1 sem var gamall ísvíkstogari og við förum semst út sama kvöldi á sama tíma, klukkan 10 kvöldi mitt sumar og ég kem þarna niður eftir og vissi ekkert hvað ég var að fara út í og reyndar einn vinnufélagi minn þegar hann frétti að ég ætlaði í sumafríinu mínu að fara túr á togara á samt eftir að sjá eftir þessu allan tíma og ég fer þarna um borð og svona klukkan 9 kvöldið og líst eiginlega ekkert á blikuna það var svona frekar subbulugur togari, viðgæður og ljótur og menn voru svona að koma smá saman áhöfnin var að mæta flestir á leigubíl og ég að borga síðustu krónuna af síðasta túr fyrir bílinn og held ég nánast allir allir fullir eða eitthvað Og voru þeir hérna, varstu langsamlega yngstur að mæta hann borðið eða hvernig Nei, ég sá nú yngri menn en ég okay. Ég var komin yfir 20 þegar það var komin yfir 20, já og þeir eru að mæta hérna hinn og þessur og ég stend hann eins og illa gerur hlutu bara á dekkinu og Svo eini sem var allskáður vonandi skipstjórinn líka og vélstjórinn og aðrir svona sem þurftu nauðsynlega að verða en hérna síðan kemur ykkur hérna og segir mér í hvað káuti ég að vera og við löpum niður að sem ég get hent pókanum mínum og ég ger það og það er opnað inn í káutunni sem var svona alveg fremst í skipinu og ég get nú ekki sagt að hún hefði lyktað vel Nei, ég er sagt káutan Já. Og svo hendi ég þessu hann inn og hérna og fer upp á dekk aftur og svo klukkan alveg að vera 10 og það er brottfór klukkan 10 og það kvarlaði að mér hvert ég ætti, leita á klukkuna hvert ég ætti að stökkva í land ég var svo lítill í mér eitthvað þannig en svo gerði ég það við ekki og svo fer ég niður í káut og þá hitti ég káutu félaga minn sem var maður tölvört fullorðin maður alveg döðadrukkin og hann sýnir mér í hvori kojunni ég að vera og ég hafði hent pókan mínum bara hann á gólfið þannig ég hendi honum í mína koju og svo segir hann komdu við fyrir minni í matsal og ég labbaði eftir honum og hann var bara mjög fullur hann var eiginlega svo fullur að ég labbaði eftir honum þá sé ég bara hvernig það missi buxurnar þá er ekki gilt sjálfmennilega en síðan er landfestum sleppt og ég átta mig á því að ok, ég fer þennan túr þú gast ekki komið út úr þessu ofsalega fallegt veður, renni slettusjór og fallegt sumarkvöld og ég átti að vera vakt fyrstu nóttina og við erum held ég rétt út af Akranesi þá er ég sjóveikur Já. Og einni fyrstu vaktinni byrjaði á bara guppa út yfir borðstokkin en síðan bara ringaði ég með klósetti niðri og þegar ég fór í kaffi félaga mínir á vaktinni þá bönguður og spurði hvað það er lagi og ég stundi já og svo upp tímann sennilega á 5. tímanum þá fer ég upp á dekk og þá er þeir að gera laga veiðafærin og gera klárt nú kann ég ekki öll hugtökin þetta er ekki langar reynslu Nei, það er ekki að dæma þið fyrir það Nei. En eftir það slapp ég það kom reyndar einhvers smá bræla setjum túrnum þetta var 3 vegna túröflis það sem ég stemdi í sjóveikur aftur en það slapp en við vorum þarna á karfaveiðum og
og ég vissi rauninni, mér fannst svolítið gaman að því leiti að ég vissi aldrei hvað við vorum. Já, ég þekki þessa tilfinningu að vera bara einhver staðar sko, og í hálfgerðu tímaleysi líka. Algjörðu tímaleysi og það voru 360 gráður hringur sem það var bara sjór. Já. Og ég vorum að karfa við þeim og ég var í móttökunni þegar það var að hifum borð og þannig að fljótlega voru stífilin orðin sundur stungin og maður blöytur í fæturna en mér var alltaf hugsað til orða þessa vinnufélaga míns ég eitt eftir að sjá eftir þess allan tíman og allan tíman hugsaði ég bara fjandan ég að gera þetta. Já. Og töluverðan tíma á eftir þegar ég kom í land og ég ok, nú erum við búin að prófa þetta ég geri þetta ekki aftur. Okay. En einhverjum fáinum ára setna þá kom aftur upp þessi tilfinning. Löngunin. Já. Og þá hugsaði ég, ok, nú hef ég prófað þetta, nú veit ég pínlítið meira hvað þetta er, nú myndi ég gera þetta aðeins öðruvísi. Og hef ekki farið á sjóin aftur, en ég hef oft hugsað það. En þessi félagi minn sem fór með Ögra eða Vigra, þar var allt önnur stemming um borð, þar var allt hreint og fínt skipið, fínu standi, þarna voru sjómenn sem voru, þetta var bara vinnaðir, það voru bara mættir í vinnuna. Stabíli menn. Og bara þetta var þeirra fast að vinna árum saman skipið sem ég var á hafa svolítið svona eins og menn hefur í Sjanghæður borð en það var svona eftir á svolítið svona sjarmerandi líka, það var svona svolítið eins og í gömlum ævintýrabókum sko. Hélt þá þessi vinuður sem fór á Ögra eða Vigra hélt hann þá áfram á sjó eftir þetta? Nei, hvorugur okkar en hérna hvernig var þér tekið? Varstu með langa lokka krullaða þegar þú varst hann borðið eða hvernig var það? Já, sennilega var ég að þá, því ég hef svona verið í gegnum tíðina ímis með sítt eða stutt hár. Já. Ég hugsi að hann verið með sítt hár þarna. En hvernig var þið tekið svona maður sem hafði draumum að verða blaðamaður með síða, krullaða, lokka, mætir hann með þessum sjanghæðuðu köllum á Engey, hvernig var þið tekið? Svona... Mér var rauninni mjög vel tekið, sko. Já. Þeir áttuðu sig á því að ég var algjör grænjaxl og kunni ekki neitt og vissi ekki neitt og sögðu mig til sko, höfðu fullan skilning á þessa fyrstu nótt, þessa fyrstu vaktir ég var sjóveikur það var engin, það var ekkert verið að segja drullaður upp á dekk sko. Nei. Þannig að mér verið sjálfur sér vel tekið sko. Þú hefur lagt þig fram þá sennilega sko þegar var búin að rjáttlast að þér sjóveikin. Já, en ég sko kunni náttúrulega ekkert til verka, ekki neitt sko, ég þekkti ekki sko þekkti var alltaf hugtökin munun og stjóra og bak og allt þetta já, ég vissi það reyndar en ekki margt annað sko, til þess varandi veiðafæri og annað það voru svona alls konar hugtök gils og hitt og þetta sko, og ég vissi hvað tókleri var og svona en ég var algjör græningi og þannig þeir í sjálfs og kannski ekkit óbáslegt gagn af mér en þeir létum ekkit finna fyrir því og meiri segja svona eitt vinabræð til dæmis, það var svona meðablifa stundum skötuselur sem náttúrulega herramannsmatur og menn voru búin átt að sjá því þá að þetta væri góðu matur en þeir höfðu lítinn áhuga þessir skipsfélaga mínir á því en þeir hins vegar, þegar kom skötuselur og eitthvað svona þá gerðu þeir að honum og gengu frá og gáðu mér þannig ég fór með skötuselun heim þannig að það var svona fannst mér ákveðið svona vinabræð. Já, það er hlýleiki í þessu, þetta er við í raun og verum upplifðum og að svipað sko þegar ég fór á sjóin fyrst 17 ára gamall þá lendi ég mitt í því ég fer á svona tóri, fór á Sturlu H. Böðvarsson sem hann var hann að reiðga svolítið og þetta var fyrir hrun sem að þýði það að sko hvað maður að segja laun og kjör sjómanna haldast fast í hendur við gengi krónunar og krónan íslenska var mjög sterk á þessum tíma þetta árið 2006 og sem þýddi það að launin voru ekki féleg og það var mjög erfitt að manna áhöfn þessa skips og til marks það þá eru sko 15 manns í áhöfn á þessu skipi það voru og á 2 árum í staðinn fyrir að rótera sömu kannski 25 köllunum sko í þessi 15 pláss þá fóru 250 kennitölur í gegnum lögskráningakerfið á þessu eina skipi. Þannig að það var svona verið að Sjanghæja svolítið. Þannig ég tengi svolítið við þetta. En ég lendi eftir á móti í því að í fyrsta túri minn á sjó þá vakti ég mig vitlausan og stóð í aðgerð sko,
miklu meira heldur en vökulegin segja til og hérna við vorum lentum í ísumóki, þetta var svona algjört frávik að það vantaði ísu á Englandsmarkað, við komumst í góða veiði og við gátum sett hana beint í gám og fengið miklu hærra verð heldur en ella og þetta var ekki nema 3 daga túr sem að skilaði sér 320.000 krónum í vasan hjá mér þá 17 ára gömlum og var svona cirka það sem ég hafði séð fram á að þéna yfir heilt sumar hefði ég unni bara svona venjuleg störf eins og jafnaldra mínir. Þetta læsi mig svolítið í sjómennsku, ég var alltaf að reyna að fara þennan túr aftur en svo þegar hérna skömmu síðar þá tek ég hérna minn besta vinn og tek ég hann með mér eitt túr og hann lendir í því að vera í 5 daga í hérna smáufsa og við erum sem sagt okkur leiðist alveg rosalega mikið í aðgerð að gera fiski sem að skila sér lítið í tekjum og hann fór aldrei aftur á sjó þessi eftir að hafa fengið 40-50 krónur útborgaðar eftir 5 daga. Þannig að hvernig var þetta með þinn fyrsta túr? Fékkstu einhver svona nasa þegar góðum kjörum sem getur verið til sjós eða fórstu sneyftur einhvern veginn í land? Nei, ég man nú ekki hvað ég fekk fyrir túrin en það var ágættu peningur. Það var ágættu peningur. Já, og það var svona hinn endin á svona pælingunni. Fyrst og fremst fór ég að forvitna og áhuga en ég hugsaði með mér í leiðinni, ég hef kannski eitthvað gott upp úr í leiðinni. Já. Og ég man ekki hvað það var svo sem ekkit, það breytti ekkit heimilisbókhaldinu. Ég átti þá konu og eitt son. Það breytti svo sem ekkert heimilisbókhaldinu en það var góð viðbót og ég var aðeins í sumarfríinu þannig að launin þann mánuðin voru dálítið góð. Já. Þannig að föstu launin og túrin. Já, þetta er gott en þú býrð að þessu. Hvað lykt er þetta? Ertu komin í hapanærbjöksunar? Þær fara í þvott eftir næsta útdrátt. Þú lofa því. Hann hefur viðgóð milli, Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Þegar þú kemur í land, heldur þú áfram á Kleppi eða fórstu? Ég held ég áfram á Kleppi ykkur smá tímum viðbót. Ég vann þar í það heila í kannski 5 ári sem var mjög góð reynsla. Ég trúi því, mikill skóli. En þaðan fór ég eiginlega aftur pínlítið í sjávarútveg því að einn vinnufélagi minn þar, eða maður félagi sem var að vinna með mig þar og ég kynntist þar og góðu vinur minn enn í dag, hann var alltaf að vinna í Hvalnum á sumrin, vann alveg, verið í hvað marga vertíðir og hann var að fara þetta vor í minnir að hafa verið fyrsta ári sem vísindaviða voru og þá hefði verið hlýja á hvalveiðum dálítið á undan. Já. Og hann var að fara semst vorið og við erum að spjalla og hann spyr mig hvort að það sá að koma eitthvað blík í augun á mér og ég var hundleiður á þessari annars áhugaverið vinnu á Kleppi þannig ég þurfti að breyta. Þannig hann spyr hvort að hann að kanna hvort ég geti fengið vinnu og ég sagði strax já og fekk vinnu. Í Hvalstöðinni í Hvalfirði. Var þar 1 sumar og fór það var unna á 3 skiptum vöktum 8 tími senn og svo frí 8 tíma og ég tók 1 vakt frí allt sumarið og fór í bæinn. Já, leiðir svona vel bara í vinnu eða varstu bara að hugsa um peningana? Já, ég var að hugsa um peningin því að ég fór í þetta bæði af forvitni þetta þetta mjög sérstakur vinnustæður og var forvitin að vita hvernig gengur þetta fyrir sig en líka var var maður ná í pening, það var svo sem ekkert sérstakt kaup, taxti var ekkert æðislegur en þú ert þarna að vinna 8 tíma frí 8 tíma og þú getur ekki eitt neinu þarna akkurat þú ert í sjoppu og keypt kók og pulsu þá getur þú tikkað inn hansi mörgum tímum og á yfirtíð og öllu og haft svolítið vel upp úr þessu og peningandi safnast upp Bjóstu þá í bröggunum? Já. Bjó í bragga sem hétt Kreml. Okkur hétt á Kreml? Ég veit það ekki, en þar höfðu verið ýmsir sjálfstæðismenn á undan mér, Halldór Blöndal, seinna ráðherra og fleiri Blöndalar, sjálfstæðismenn. Sem höfðu þá verið í Hvalskurðinum og búið í bragganum. Já, þarna, ég veit ekki hvort fólk gerir sig grein fyrir því, hvað margir þjóðþekkti menn sem hafa haslað sér völl og öðru sviði, heldur hvalveiðum,
hafa verið í Hvalnum. Já, ég man bara, mér poppar upp minning af Steingrími og Sigfúsinni. Það var kom alltaf reglulega dúkkað upp mynd af honum þar sem hann var að flensa hval, sko. Ég veit að hann var upp í hvalstöðinni. Þarna hitti ég til dæmis á þessari vertíð, þá komu stundum gamlir hvalveiði eða hvalskurðamenn sem voru löngu hættir og farnar að vinna í hvalstan, búin að búið sér til fyrir landstæðar, komu og tóku kannski eina helgi. Og þarna hitti ég nokkara gamla kennara og skólastjóra sem hefur verið skólastjóra þegar ég var í barna- og grunnskóla eða kennt mér í barna- og grunnskóla og þá kom... Í svona uppgripsvinnu eða voru menn bara svona... Ég heldur að meira verið að koma upp á nostalgíuna og sjarmin. Já. Þarna voru eins og skólastjóra sem voru ágætlega launaðir og svona, en voru komu og tóku komu kannski á föstudegi og fóru heima á mánudagsmorgni eða eitthvað. Bara... Ég held að þetta hafi ekki verið peningur sem voru að sækjast eftir. Nei. Félagskapurinn og stemmingin. En þetta er svolítið magnað, sko. Ég á einhvern veginn að því að ég nú ekki unni við þetta. Ég er erfitt með að setja mig einhvern veginn í þessi spór, sko. Þú býrð í bragga og ert hana eiginlega allt sumarið. Já. Þetta er ábygglega hörku vinna, eða ekki líka? Þetta er hörku vinna, jú. Og ég get ekki sagt kannski endilega skemmtileg en forvitnileg. Já. Og svo til ég byrjaði á RÚV þá komst ég að því að þar voru sko gamlir hvalarar sko, Broddi Broddason og Þorvaldur Friðriksson og fleiri sem verið fréttamenn í áratugi, þeir áttu fortíð í Hvalnum sko, þannig að já, það var margir farið í gegnum þetta. Þeir leynast við það, já. Og en þú tókstu eitt sumar sem sagt. Tók bara eitt sumar. Já. Mér varst alveg nóg, en það er miklu meira heldur en ég hef gert í Hvalfirði. En samt sko var ég með tilfinninguna eftir á og stundur rækta við þennan vinn minn sem að útöða með vinnuna. að það væri nú gaman kannski að koma og taka eina helgi. Já, taka eina helgi. Já, það er eitthvað. Nú skiljum við sem sagt betur, þú sérstaklega skilur betur þessa gömlu skólastjóru sem kom og tóku eina helgi. Já, algjörlega. Og það er kannski auðveldar að koma þarna vitandi að þú fer heim eftir 1-2 daga. Já. Það er kannski pínlítið erfiðar að koma þarna voru og vita og fer ekki heimtíðin fyrir í haust nema kannski vakt og vakt sko. En þú myndir vilja þá fá alla upplifun að fá að gista í bragganum og borða í hvar mötuneyti? Það er bara í þessu bragga hverfi þarna. Það eru þarna, ef ég mandar rétt, svona 2 raðir af bröggum sem liggja upp hallan og það er svona tengibygging og bara í einum bragganum það er mötuneyti og fínn matur og maður borðaði mikið en það veitti mann ekkert af. Nei, og svo voru svona braggar og eru efst í svona frístandandi bara 1 og 1. Það er svona dálítið svona offíseraklúburinn. Það er offíseraklúburinn. Það er til dæmis þegar forstjórinn kom. Já. Hann kom stundum hann á vertíðinu og þá hélt hann til í braggaðan efst. En er það sem sagt þegar menn voru að taka einu og einu helgi og þegar þið langar að taka einu og einu helgi er þá kannski inn í því líka að fara í offíseraklúbbun og hafa svolítið gaman í leiðinni? Nei, ég fór aldrei í hann sko. Nei, þá fórst ekki hann. Var ekki að djamma því var ekki svona verbúðastemningana líka? Jú, það var ekki svakaleg en ekki svo ég held því en einu sinni gerðum við tilraun og fórum á ball á Akranesi á frívaktinni. Og það var nú svona frekar lélegt ball en við svona fórum á það og svo eiginlega bara aftur beint á vaktina. Fórum eiginlega beint af vaktinni, bara eftir sturtu með okkar nesti á Akranes. Og höfðu 8 tíma þá til þess að fara og djamma? Já, til að gera okkur klára, fara og djamma, koma tilbaka og mæta á vaktina. Og það var svo sem ekki drunnið af öllum þegar vaktin byrjaði en ég man að í þessu tilfelli þá var engin hvalur ekki neitt, þannig að þetta var svona rólegt. Þetta hefur sloppið til. En mér fannst mjög sérstakt og ég tók mér smá tíma að venjast í þegar ég byrjaði þarna, því að eins og það runni á bara 8 tíma fresti. Já. Að framan af var engin hvalur, það var ekki búin áneinu hval, en þá var bara að vera að mála og ditta á og svona. Og ég var nefnað vinnufélagin minni, ég skildi ekki alveg, hann við miðja nótt að mála einhvern bragga sem með svona þykku málingalagi á sér og bara lítur út eins og sín íbyggður, vel við haldið. Akkur eru að mála þetta? Og þeim fannst öllum eðlilegt og ég skildi þetta ekki. Svo eftir nokkura vakti þá áttaði maður því að
þetta vinnan, þú ert á vakt já. ef það er ekki hvalur þá ert að dittað bara eins og gerist á sjó. Þetta bara eins og út á sjó, þetta svolítið sérstakt samt sko að vinna 8 tíma og vera í 8 tíma í fríi, þá sko lifir þú í 16 tíma sólarhring sem er svolítið skrítið fyrir svona líkamsklukkuna en það er eins og að segja sko, maður skilur þetta þegar vinnan byrjar, þú getur kannski verið með 2 sólarhringa að sigla út á miðin og það er kannski trekt fiskir til að byrja með og þá gæti einhver svona nýr með krítíska hugsun komið og hugsa býtunu, akkur er ég að stagbæta eitthvað net út á dekki bara miðja nótt. Já, og eins og ég segi með þessa bragga, sumir húsunum þarna var og er eflust enn mjög vel haldið og sumt af þessu leit út til að vera bara nánast því svo nýtt, þannig að ég skildi ekki alveg hvað varum að gera en svo einhvern veginn sogast maður bara inn í mentaliteti sem þarna og eftir nokkura vakti var þetta eðlilega til hlutur í heimi að mála eitthvað sem maður þurfti ekki að mála. Áttirðu ykkur samskipti við forstjóran, Kristján? Ekki sko, ég meni ég rakst á hann og eflaust svona spjölluðu við eitthvað sko, en ég hef átt síðan heilmikil samskipti við hann eftir á. Já, eftir á, ekki nú. Eftir að bara sem viðmælanda. Já, og veit hann af þinni fortíð í Hvalnum þegar þú hefur að taka viðtal við hann? Ég veit það ekki. Nei? Ég er ekki viss. Það fjúpast allavega hér með. Já. En ég hef átt í rauninni mjög ánægri samskipti við hann, sko. Já. Og hann er umdeildur maður. Hann er umdeildur en hann er skemmtilegur. Hann er skemmtilegur og það er allavega það sem ég hef heyrt af mönnum sem hafa starfað fyrir hann að hann stendur svona með sínu fólki, sko. Já, mér heyrðist þetta sumar að hann væri vel liðinn. Já. Honum finnst ekki leiðilegt að vera í slag við þá sem eru á mótunum sko. Alls ekki. Það er eins og það er sko. En sko, og ferðu fljótlega í blaðamennsku eftir þetta? Já, svo byrjaði ég svona að frílansa, svona lausaverkefni ýmiss konar og svo byrjaði ég 1987 á Alþýðublaðinu og var þar í 2 ár og fór þaðan á Bylgjuna. Já. Sem að skömmu seinna sameinaði Stöð 2 og var þar í 21 ár. Já, var svona lengi þar. Já. Svo eftir það þá var ég 1 ár ritstjóri blað sem að héti Reykjavík Vikublað og var þar, þá var mér búin að vinna á RÚV og þar er ég búin að vera núna í 12 ár. Búin að vera í 12 ár þar, já. Og svo Stöð 2 alveg fram að því. Segðu mér til þess að koma með sjósóknarvinkilinn, myndirðu segja að inn í blaðamennsku, inn í svona þinn karriér í blaðamennsku, hefur fortíð þín í Hvalnum og fortíð þín til sjós, hefur hún eitthvað svona, heldur að hann hafi annan vinkil, sjáur þetta öðrum augum, þetta gagnist þér eitthvað? Já, það gerir það, þó þetta sé ekki langur ferill í sko Hvalnum eða sjómennskunni, eða sjávarútvegi almennt, þá minnst veitt þetta mér alveg ákveðna innsýn og að því að eins og ég sagði áðan sko hef einhvern veginn haft áhuga á sjó og skipum og þessum heimi ég hef skrifað töluvert, ég er ekki engin sérfræðingur í sjávarútvegsmálum sko sem fréttamaður en ég hef skrifað heilmikið loðnuveiðar, þorskveiðar þó ég skilji reyndar ekki kvótakerfið almennilega frekar aðrir að og síðan skip og svona þá finnst mér svolítið gaman að skrifa þær fréttir mér finnst svolítið gaman að skrifa með hann heim. Þú ert fyrstur að allavega að draga það strá upp á fréttastofu ef það er einhver frétt sem á að fjalla sjávarútveg. Já, ég er svona framalega í röðinni, þetta er oft kallað slórfréttir. Já. Og reyndar kollegi minn Ágúst Ólafsson á Akureyri, hann er nú oft sneggri að draga stráið sko. Já. En ég er mjög gaman að þessu bara nýjasta dæmið þegar að til dæmis Þórunn Þórðardóttir nýja Hafrásna skipið kom núna fyrir stuttu að þá nefndi ég þá hugmynd við þurfum að það var svona opnuna eða svona vígslu átöfn við þurfum að fara þarna og aðalega því að ég haf bara svo mikið áhuga á skipinu mér er svo gaman að koma borð, skoða brúna, fara nýr í vélarúm og svoleiðis.
Þetta hérna, þú ert búin að koma þér mjög þægilega stöðu sko, samina hérna vinnuna og áhagamálið. Já, og sama gerði í rauninni þegar að því ég hafði nú verið á Engey einum hérna sín tíma, þegar að Engey, ég veit ekki hvort það er næsta Engey og eftir minni, allavega var það Engey, þegar komið þessi, ég veit ekki hvað það heitir, skip sem eru svona, það kom allt annað laga og stefnið er... Já, það kemur ein Engey í millitíðinni sem var alveg óheyrilega stór, hún var í stuttan tíma hérna. Já. En Engey, það eru kallað systurnar, Engey, Akurey og Viðey sem eru með hérna þessu hérna skrýtna stefni. Já. Bjúgstefni einhvers konar. Já, og ég þegar hérna hún kom, þá hérna laði ég til við þurfum að gera fréttumyndaskip. Að ég var sjálfur svo forvitin, mér langar svo að koma borðið á og sjá hvernig þetta væri í laginu og ég skildi ekki alveg hvaða hönnun þetta væri. Akkurat. Þannig ég geri fréttum það bara áhuga mínum á skipinu, sko. Þetta er geggjað. Ég get sagt þér hérna eina litla sögu. Ég hérna var að fara á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þegar ég er svona í kringum 20. Þá er ég sem að skipta yfir í stýrimannaskólan úr MR og var hérna var rosalegur áhuga maður sem sagt siglingar og skip og sjóin og allt þetta og hérna við sem sagt fengum 2 félagar til Vestmannaeyja á þjóðhátíð með Arnarfelli með flutningaskipi og komum eldsnemma til Vestmannaeyja klukkan 6 eða 7 að morgni til og svo göngum við niður landganginn og hérna og ég nippi í vinn minn og segi heyrðu, ég ætla aðeins að hlaupa, ég er svo ofboðslega spenntur að sjá, það eru komna nýjar tegundir eða komið ný tegunda tógtaugum borði í Vestmannaeyjuna veit ég, það eru að nota í snæði fyrir að nota vír þá nota þeir gerfefni hérna kallað Dynex og ég tek bara sprettin og hleyp einhvern veginn út fyrir hérna girðinguna til þess að smokra mér borðum í Vestmannaeyj og svo er ég allt í einu bara tæklaði niður af því að þá var hérna lögreglan í Vestmannaeyjum sér þannig að koma flutningaskip í land og það eru einhverjum 2 tvítugir strákar að bera brennivín í land og annað að hleypur af stað og hérna þú getur rétt ímyndað hvað var erfitt fyrir mig að hérna reyna að telja trúum að ég var ekki sko að hlaupa með einhver efni, ég væri að kíkja á tógtaugarnar borðið í Vestmannaeyjunni. Já, ég er ekki alveg svona áhuga en var þetta Arnarfell, var þetta skipi sem var nú áttaði mikið á tímaramannum skipi sem var nýsmíði ég veit ekki, þetta er eitt af bara samskipa af því að þarna koma nokkur þræðir saman því að sko ég veit ekki hvort að, ég var sannlega núverandi Arnarfell það var þá fyrsta kaupskipi sem er smíðað fyrir Íslendinga í mjög langan tíma og ég fór sem fréttamaður út til Hamborgar það sem var að taka á móti í Hvað langt síðan þetta var? Þetta verið það er sjálfsagt komin 20 ára eða eitthvað. Já, þá voru þetta sama skip. Og því þar var í þeirri ferð var nefnilega Kristján Loftsson líka. Já. Og sem áhagamaður skipa síðan var farið sko frá Hamborg fóru við fréttamennir og hópurinn til Rotterdam því að mér minnir að Samskip hafi verið að kaupa eitthvað þristifyrirtæki eða eitthvað þar. Og skipið síðan átt að sigla þangað og taka eitthvað farm. Nema Kristján Loftsson, hann fór með skipinu. Hann flög ekki með okkur frá Hamborg til Rotterdam heldur, hann kom með skipinu. Hann kom með skipinu. Og ég er að dálítið öfundaðan að hafa siglt með. Já, ég heyrði einhverja legasögu af Kristjáni sem að gæti reynda verið sönn að hann hafi sem sagt séð svona unga menn verið að ditta bröggunum. Það var ekki hvalur í hvalstöðinu og þetta er ekkert langt síðan, þetta er núna eftir 2008 eftir að hvalveiðar fóru aftur af stað og þá kemur þessi lágvaxinn eldri maður og spyr drengina hvað þessi að gera og þessi drengi vissi ekkert hver hann var sko og þessi eftir að mála braggan og þá spyr hann hvort að það megi fá pensil hvort að megi vera með þeim og svo var hann bara með þeim alla helgina í þessu að mála. En ég hef nú gengið á hann með þetta og hann svona eiginlega vildi ekki kannast við þetta sko að því hann er svo hóvær. Já, þetta er gaman að þessu en það sem að við langar svolítið að vita varandi fjölmiðla og sjávarútveg finnst þér vera sjávarútveg vera gerð nægilega góð skil í umfjöllun í dag við erum með 200 mílur nú er ég bara að hugsa sko aftur í tíma þegar ég er krakki þá er eiginlega alltaf frétta innslag í sjónvarpsfréttum RÚV það var alltaf sýnt frá loðnuna streyma á ristarnar borðið það var alltaf einhver ein sjávarútvegsfrétt.
Já, sko eflaust, sko, það fer svolítið eftir bara hvað er í gangi, ef það er vertíð til dæmis eins og loðnuvertíð, þá eru þetta alltaf fréttir af og til það, eða síld eða eitthvað slíkt, sko og svo eru þetta fréttir eins og núna þegar loðnu brestur það er svona hinnendin á þessu en svo er það sem er kannski sko sjávar út eru töluvert mikið í fréttum en það sem er kannski oft meira heldur en svona aflafréttir eru bara fréttir kvótakerfið, stjórn fiskveiða og eignarhaldi í sjávarútvegi og svona hliðarvinklar á fiskifréttum. Það er enda líka sko, nú er ég 37 ára gamall og ég held að öll þessi 37 ári eða svona 34 ára allan sem ég fylgst með haft vit til að fylgjast með fréttum, þá hefur þetta alltaf verið bitbein. Já, og þetta verður það áfram. Sko. Og verður það áfram, já, það er það verður að veita þessu aðhald, það er alltaf umræðinu opinni, lifandi. Ég, sko, svo sem ekki til að stæra sig af frekar en þessi túrminn á Engey á sín tíma, en ég hef svona siglt aðeins síðan því að ég á litla skútu sem er reyndar biluð, það brotna á henni mastrið en 20 fet 6 metra skútu sem maður fer ekkert langt á henn, maður siglir sundinn og það er algjör snild. Það er eitthvað sem að fólk borgar fúlgu fjár fyrir að fara hitt einhverja reikimeistara og fara í kakójóka og eitthvað svona. Ég held að þau veit ekki af því hvað maður upplifa mikið sen að því að fara út á skútu. Nákvæmlega. Og það er sko svona eitthvað fallegasta mómentið finnst mér. Maður siglir á sko, eins og þetta bara lítil skúta, siglir út úr Reykjavíkurhöfn, þegar hún hefur verið á sjó, þá hefur hún verið bak við Hörpu. Já. Siglir, maður fljótur náttúrulega út fyrir hafnaminnið og svo bara snýr maður upp í vindinn og tekur úr gír og hýfir upp stórseglið, 2 segl, fokka og stórsegl og fallegasta mómentið finnst mér, þegar maður sko búinn að svona hýfa upp seglið, drepur á mótónum og beygir aðeins þannig að vindurinn fyllir seglið og svona kemur þetta hljóð svona og hún fer af stað. Það er svona sen moment sko. Það er sen moment. Siglur einn eða? Nei, þetta er svona eiginlega 2 manna. Þetta er skúta sem að systir mín og mágur áttu og sildi mikið með mái mínum, þau eru bæði dáin og hann kendi mér að sigla og þau gáfu síðan mér og syni sínum sem er sá sem fór á tógar, ögra eða vigra. Já. Gáfu okkur skútuna. Okay. En svo eruðu fyrir því óláni þær voru geymdar eins og fleiri gera hérna í Siglingklubbi Reykjavíkur, geymt upp í veturinn upp í Guðunnesi. Já. Og ég hafði gengið frá henni mjög vandlega fyrir veturinn en ég hafði ekki fellt mastrið en ég hafði fest hana mjög vel niður bæði aftan og framan og til beggja hliða og var mjög bara föst og góð en það voru ykkur gaurar með skútu við hliðina á okkur sem hafði ekki gengið frá sinni svo kom skítaveður þeirra skúta fór á hliðina á okkar skútu og velt henni og mastrið var ónýtt og seglin og bóman og fokkan sem var ennþá á og svona þannig að síðan það eiginlega okkar slóðaskapur hafi ekki komið inn í gagn aftur þannig að það er komin okkur ár síðan en hefur verið siglt. Ekki komin tíma á það? Það hefur löngu komin tíma á það. Hvað ertu búin að vera lengi í þessum skútusiglingum? Þetta var svona aðalega með mági minu, það voru svona nokkur ár sem vorum að sigla og hann var með tölur reynslu af þessu og kendi mér óbúslega mikið og eiginlega dróm inn í hennan heillandi heim og ég sem endaði með því ég fór og tók pungaprófið á sín tíma, ég gerði það rétt áður en ég var breytt með að hétta ennþá 30 tonn þá tók ég það svo tók ég reynda til viðbótar ykkur námskeið í fjarskiptum og hóp og neyðastjórnun og fleira sem átti að veita mér réttind upp í 65 tonni mann rétt ef regluna voru þannig þá og ég ætlaði reyndar að fá mig trillu En hóp og neyðarstjórnum þú hefur eða langaði líka til þess að fara að sigla með farþega eða eitthvað svoleiðis? Já, ég var að gæla við hvort maður ætti til dæmis að fara úr því að vera í hvalveiðum yfir að fara í hvalskoðun.
og mér ætlaði að fá mér atvinnuréttindi og einu sinni var það þannig að það dugði þú varst komið með þetta próf þá dugði að fá undirskrift, ég held að það hefði verið kallað tveggja hvort að óvil hallra manna eða málsmetandi eitthvað slíkt til að fá réttindin en ég var svo óheppinn að það var búið að sko reglurnar orðnar stífari þú ert til siglingatíma akkurat og ég þá kallaði reyndar að mér hvort ég get ekki nýtt siglingatíman af Engey en eins og hvernig bara dóð þessu hugmynd, ég hætti að eldast við hana en ég ennþá og kannski ger ég það þegar ég svona hætti að vinna svona vaktavinnu á RÚV að komast í trillubusiness ég er svolítið veikur fyrir því að eins og ég var að lýsa sko sjórin og skip og bátar og heillandi að oft hef ég hugsað þegar maður kannski að keyra sæbrautina fram hjá Hörpu og þar horfir út á sundin sól, rennisléttur sjór það var rosalega verið gaman að vera að núti en þá hef ég alltaf hugsað það þýðir ekkert að vera á skútunni þarna því að það er engin vindur og það er ekkert gaman að vera siglinni bara á mótornum og þá hugsaði ég til að geta verið á sjó í svona veðri sem er rosalega hillandi þá þarf maður bara að vera á einhverju öðru flegi og þá fannst mér bara trilla að vera eina sem kom til greina þannig að það er svona draumur inn í mér ég sé að hann ristir ansi djúpt hjá þér þú bara fyllist einhvern veginn að rómatík við að tala þetta það er eitthvað sérmerandi við þetta en ég skil það mjög vel og sko skútusiglingar prófaði ég sjálfur það æxlaðist á mjög sérstakann hátt ég var 20 kannski 21 og langaði til að kaupa með trillu og þetta er rétt áður en að strandveiðikerfið er sett á og áður að kom til tals og ég ætlaði að kaupa með trillu og á þessum tíma voru sko af því að voru engin sko atvinnumöguleikar að tekjumöguleikar á kvótalausar trillur þá var hægt að fá þar fyrir nánast ekki neitt og ég man eftir því að það var trilla sem að ég hafði hugsað mér með 4 sem sagt handfærarúllur sem að veiða svona sjálfkrafa fyrir mann ég hefði getað fengið hann á 1 milljón og ætlaði að kaupa þessa trillu og svo er nú eiginlega svolítið skemmtilegt fyrsta ára sem sögu ég tek með mér góðan vin sem heitir Bjarni Frímann og er hljómsveitarstjóri og hann langaði rosalega mikið til þess að koma með mér í þetta að kaupa trillu nema hvað Bjarni Frímann alveg einstaklega lélugur að prúta og þegar við erum farnir út að prófa bátinn með seljandanum og ég svona reyna að níða niður verði og segja já það er nú aðeins farið að reiðga þarna á þessum samskeytum og svona svo stendur Bjarni Frímann þannig hjá og hann er svo stórt í honum undrið og hann er svo hrifnæmur og hann segir já býtunni og eru svona handvararúlu með þessu já 4 það er nú bara 2 báta verð og þannig gekk þetta svona fram og tilbaka þangað til að við sigldum í land og þá var báturinn eiginlega búin að tvöfaldast í verði þannig að við verðum frá að hverfa og ég keypti mér skútu og ég keypti mér skútu sem var nú kannski ekki mikið betra ásigkomulagi heldur en þín skúta er í núna en reyndar var mastur á henni og það og seglbúnaðurinn var í lagi en ekkert annað það voru engin fjarskiptabúnaður, siglingabúnaður eða vélbúnaður þannig að ég neytist þess að læra ansi fljótt að sigla bara eingöngu undir seglum og það sem að mér langaði að segja er bara að það að sigla og vera einhvern veginn sko algjörlega undir höfuð skepnunar og náttúruöflin komin það er ekkert annað sem að grípur eða hjálpa þér þú flýtur út af einhverju uppdrift í bátnum og það eru kraftar úr vindinu sem að einhvern veginn íta bátnum á hlið og út af lögun bátsins þá ferði það eins áfram og þú ert bara einn með vindinu, þetta er alveg dásalegt þetta er eins og við sögðum, þetta er svona sen ástand þetta er bara, menn þurfum upplifa til að skilja það Varst að veiða eitthvað á þessari litlu skútu? Nei, við vorum þetta með, við reynduð það held ég einu svona tvisvar, ég og máa minn það voru svona handfæri bara, náttúrulega ekki rúlaðinni svoleiðis, bara voru með svona veiðafæri en það var aldrei tilgangurinn hann var bara að sigla sko. Hann var bara að sigla og njóta þess að vera með hluti af elementunum Já, ég sé þetta alveg fyrir mér það er mjög stutt greinilega í það að þú fáið trillu Já, ég vona það En mér langar að þess að vita út í aðra hlið á þér og það er sko, hvað maður að segja rockarinn eða popparinn eða hvað þú nú er sko, þú ert Hólm rétt eins og allavega heimsfrægur sonuðin sem að er
Georg Holm Já. bassaleikari í Sigurós Já. og svo áttu annan son sem er í hérna For Minor Reflection eða ekki Jú, var það Gítarleikari? Já. og hérna þú verður eiginlega bara útskýrið að finna hvað er málið, framleiður bara músikanta og einn í viðbótarendar sko, Georg elsti sonur minn já, og það var hann sem að ég átti þegar ég fór á sjóðunum Engey þegar ég var að segja ég hef átt konabann, það er semst hann og svo Kjartan sonur minn sem er í miðinni, hann var gítarleikari í For Minor Reflection og spilaði reyndar 1,5 ár með Sigurós sem bara svona session gítarleikari á heimstúr og var síðan í annar hljómsveit sem sú hljómsveit er ennþá til, svona punk hljómsveit sem heitir Tófa og svo hætti hann í því en hann fór og tók hérna BA-próf í tónsmíðum Listaháskólanum og er síðan búin að vera semja tónlist fyrir kvikmyndir og sjónvarp akkurat, og er í því þekkir þetta Kjartans nafn svona í kreditlistum já, hann hefur verið tenging við hérna sjávarútiðin hann og vinkonans, kollegi hans gerðu músík við verbúðina sem dæmi akkurat og síðan á yngstason minn sem heitir Starri, hann er núna í voru að ljúka mastersnámi í tónsmíðum og er með hljómsveit sem að er á uppleið sem heitir Virgin Orchestra það eru hérna, þau eru 3 það er hann og Stefania sem er bassaleikari og söngkona og Rún sem er sellóleikari þau kynntust öll í Listaháskólanum þau eru voru í BA-námi Starri og Rún í tónsmíðum Starri og Stefani í tónsmíðum og Rún í sellóleik stofnaði þessa hljómsveit og eru búin að gefa út eina stóra plötu og nokkara minni plötur og hafa svona verið að spila í útlöndum pínlítið er á uppleið og hérna en Starri hélt síðan áfram meðfram þessu í mastersnám og eins og ég líkur því í vor þannig að þeir eru allir mikli músikantar ég er minni músikant ég er rosalega músik áhuga maður og hlusta mikið á músik les mikið músik sko syng falskt langaði alltaf að vera sko fyrir utan blaðmennskólann, hann langaði með að vera hérna rocktónlistamæður að ég hef haft rosalega áhuga á því og hérna langaði að vera gítarleikari þegar ég var úlingur þegar allir voru það var töff að vera hljómsveit annarkvort varst í fótbolta eða hljómsveit og það er svo sem kannski ekki breyst mikið hafði ekki agan frekarinn í menntaskólanum til að læra á gítarinn, mér langaði bara að kunna hann á hann, en hafði ekki agan svo gerðist það hérna mörgum ára setna þegar ég keypti íbúð sín í bíu núna og henni fylgdi bílskúr þá hugsaði ég, ég ætla að fá mig trommusett í bílskúrin en ein jólin þá gaf kona mér kassagítar sem kom mér algjör óvart við hefum ekki talað neitt það hérna Það ekkert spila á gítar fram að því eða? Nei, ég kunni 1-2 grip en þú vissi ekki hvað hétu eða hvað þetta gera við þau þannig að mér er ótt að segja alveg nei, ég hef ekkert spilað en hérna, hún gef mig gítar sem kom mér aðeins óvart en mér var svolítið gaman að skömmu setna var ég í Manchester minni mig fer inn í bókabúð þar og finn bók með öllum lögum Bítlana og öllum hljómunum með en ég kaupi hana og kem heim og byrja svona að fikta, reyna að finna eitthvað auðvelt lag og fyrsta lagi var þetta Let It Be sem að tók svona með herkjum að heyra, þetta gæti nú verið Let It Be þegar ég var að spila en kona mér var hins vegar svo góðið með að hún gaf mér, eða kannski að því ég spilaði svo illa hún gaf mér námskeið í gítarkennslu en ég fór í Gítarskóla Íslands GÍS og var þar í nokkurar annir að læra hjá kennar sem heitir Torfi Ólafsson og hann kendi mér helling og þar með fór ég að geta spilað eitthvað en ég er hundlélegur en hérna en síðan er hérna hljómsveit það voru nokkur í svilar semst 4 svilar semst gifti systrum eru það smyrlarnir? Það eru smyrlarnir og smyrlarnafnið kemur eiginlega dálítið sko eftir krókalegum því að það eru semst 4 strákar sem að eru allir kærastar eigimenn semst 4 systra einhvern tímann höfðu þeir ásamt held ég tengdapappa sínum stofnað svona hljómsveit bara sem voru að leika sig þegar fjölskylda væri í sumbústæð og kölluðu sig Svilana svo var einhvern tímann ein þeirra spurð hvað heitir þetta hljómsveitin sem þeir eru í þarna strákarnir og hún ruglaðist og sagði Smyrlarnir og þar með festist það nafn en seinna að því að sko einn af þessum svilum hann er eiginmaður
mömmu Kjartans svona míns Já. því þeir eru allir þeir eru engið þeir eru sammæðra engin af þessum 3 sonuðinu sammæðra? Nei. Ok, það vantar nefnilega í púslispili hjá mér þá veit ég að hérna, þessi mótun út í músíkina, hún kemur þá kannski að stórum hluta frá föðunum það er bara, sko, það sem ég gæti nýtt mér og sagt, já, það hlýtur eiginlega að vera það er einu samlefnarinn en vitandi það að ég er ekkit svakalega músíkalskur en þær eru allar frekar músíkalskar þá held ég að það hafi verið bara hrein heppni Þú hefur leitað kannski í svona músíkalskar mæður Já, það lítur að vera nema semst einn af þessum svelum, hann er semst að núna eiginmaður mömmu Kjartans og við erum saman í hljómsveit, þetta er allt mjög vinsanlegt og ég semst þegar ég var byrjar að spila aðeins, þá bauðst mér að koma inn í þetta band sem gítarleikari og er búin að vera það síðan og það er örugglega komin, veit ekki, 15, 16, 17 ár. Já, ég held það sko. Þegar ég var aðeins að kynna mér þinn tónlistælega bakgrunn þá einmitt kemur, þú virðist hafa verið auðmjúku gagvart skertu tóneyra svona í nokkrum viðtölum áður en sko 2009 þá segir viðtalið við Fréttablaðið og sést algjörlega búin að gefast upp á hljóðfæri sem að krefjast tóneyra og ætli sem sagt að gerast trommari. En 2013 þá ertu sem sagt búin að öðlast sjálfstraust aftur í tóneyran og ert farin að spila á gítar. Þetta er alltaf það sem ég fekk út úr og það sem ég sko þegar ég fór að geta eitthvað pínulítið þá komum hugsunin, veist, að hverju gerði ég þetta ekki fyrr? Þetta er svo stórum hluta til þjálfun. Já, og ég sé svo eftir sko tímanum sem ég sóaði að spila ekki á gítar. Því þetta er svo gaman. Ég held að við séum alveg fáránlega líkir að mörgu leyti. Það er þessi óbylandi ást á hafinu og löngun til að vera betri á gítar. Já, en svona minn yngsti, Starri, hann hefur verið mjög kritískur því að hinni voru sko, hann var svo einn sem bjó heima þegar þessi gítarferill minn byrjaði og hann hefur verið svona oft kritískur á pappa sinn og láta hann heyra það og þarna var hann bara, þú veist, 8-9 ára ekkert tímann, þá var ég eitthvað spila á gítar og hann var held í baðið eitthvað og segi við þetta mömmu sína líf mitt var svo miklu einfaldara áður en pabbi fekk gítarinn svo í annars skipti þá sagði hann við hana sko ég veit að pappa dreymir að vera gítarleikari það geta bara ekki allir drauma ræst Vá, hvað þetta er djúpt. Já, en hann er eins og frábær gítarleikar, þannig ég skil sko ég skil hann vel, hann byrjaði að læra á gítar 6-7 ára og þeir eru allir sko frábæri tónlistamenn hver sig og og allir auðvitað miklu betri heldur en ég en Starri er mjög góð gítarleikar en þannig ég sko þegar svona kritík kemur að geti ekki allir draumarast og svoleiðis þegar kemur frá manni sem að þó hann hafi verið krakki sem að og var miklu betri gítarleikar heldur en ég strax þá að þá bara beigum að sig fyrir manns æðri visku Já, það lækkaði aðeins í rostan en það er En það dróð ekki úr mér sko ákafan sko. Ég tengi við það sko, það skiptir engum máli hvað ég kritisera en það er sko ástæðan fyrir því að ég fór að föndra við gítar fyrir svona, fullum þunga fyrir svona tæpum 2 árum síðan er svo að ég fekk sko harmoniku kunni smá og venjulega hljómborðsnikku og svo er til eitthvað sem heita krómatískar hnappanikkur sem er töluvert flóknar ef maður kann ekki á sem sagt hnappanikku, það var mjög flókið að koma sér inn í það og eiginkona mín gaf mér sem sagt hnappanikku í jólagjöf sem þýddi það að næstu mánuði þá var ekki hægt að heyri sjálfum sér hugsa í Melósi 3 heimilu okkar að þegar ég var alltaf að þenja nikkuna og þetta var svona það var valum tvennt, annarkvort að sko nikkan færi eða einhverjir aðrir færi sko. Þannig að ég fekk mér ómþýðara hljóðfæri sem var gítarinn. Já, ég sko, við vorum að tala sen ástand. Já. Það sko, kona mín sem ber þetta mikla ábyrgð á tónlistarferli mínum, með því að gefa mér hljóðfærið og síðan kennslu. Sko, henni finnst dálítið þreytandi oft þegar ég er að spila á gítari og stundum tek ég svona til að vera tillitsamur tek ég rafmagnsgítar og tengja hann ekki bara til að heyrist minna í mér en hún heyrir þetta samt
gerur eins og ég, spilar líka og talar við hana á sama tíma já, en hún búin að láta mig heyra það svo ofta að hún nenni ekki að hlusta á mig að ég hættur að taka upp gítarinn ef ég að tala við hana ef hún sest inn í stofu hjá mér það sem ég gerir eins og mjög oft og það eiginlega algjört svona sen ástand eins og þetta með skútun og þetta að mér finnst opbóðslega þægilegt og ég held ég slaki aldrei betur á ég getur ef ég að horfa á sjónvarpið sérstaklega ef ég einn heima en ef ég er einn í stofunni allavega þá ég kannski með gítarinn og að spila á eitthvað ég get þess að vera að horfa á fréttir eða eitthvað það sem ég með fókusin á því en bara svona fytla við strengina bara spila eitthvað skala eða eitthvað svona sóló bara lætur gómanna renna renna hálsinn og einhvern veginn í einhverju grúfi að þá slaka ég rosalega vel á það er ofslega gott og stundum að því ég vinn vaktavinnu þá ég oft heima einn á daginn á virkundöfum og kannski sest ég niður segjum 3-leitið og kveikja á sjónvarpinu horfa á einhverja stöð og tek gítarinn og það kemur fyrir og þetta miðjan dag kemur fyrir ég er búin að vera svona aðeins að fikta og horfa á sjónvarpið ég bara sofna með gítarinn í fanginu ég slaka svo rosalega á ég þetta er opaslega góð tilfinning ég tek undir þetta með þér ég er nefnilega þegar ég sé allar þessar aðferðir við að fara og borga einhverju fyrir að kenna sér að standa á höndum eða anda í einhverju ísbaði þá hugsa ég alltaf með mér þetta fólk veit ekki hvað það er að sitja með gítar bara í sófanum það er að leita langt yfir skamt þetta er rosalega mikil hugar og svona sálaró sem þetta veitir og svo svo gaman reynda líka því að þegar maður er svona lélugun eins og ég þá alla framfærir, öll litla hænuskrefin þau eru svo stór að því að einhvern veginn þú kannt eitthvað pínlítið meira þá er þetta rosalega stórt skref þó það sé bara hænufett í tónlistarlegri þekkingu eða getu það er samt svo mikill áfangi þegar maður allt í hennu fattar eitthvað pínlítið nýtt veit hvað meinar, ég var svo glaður með að ég hafði náð pikka upp More Than Words með hljómsveitinni Extreme og mér fannst ég vera svo óheyrilega klár á gítar að hafa náð þessum takti og svona þessu blokki og fer svo einhvern tíman upp í tónastöðin og var að prófa einhver gítar og ég spila smá riff úr þessu lagi og fekk að vita strax að sölumann nei, þegar þú spilar ekki þetta lag þetta er við nennum ekki hlusta á þetta amatörlag skotið niður þetta er svona svip og ég fór inn í og hafði svo sést í bíómyndum fór inn í Guitar Center búðina í Los Angeles þar var skilti banna að spila Stairway to Heaven það er það sem allir líka prófa þegar er að skoða gítara akkurat nei, þetta er alveg ofsalega skemmtilegt það er það eitt af loku sem er langar til að spyrja þig út í það var mjög vinsælt vídeo sem að fór eins og eldurinn sínum netheima í hvað var það ekki bara í fyrra þegar þú tókst þig til og talaðir eins og ungdómurinn talaðir rislera og fanumtaks og allt þetta skipir í toilet og allt þetta og ég á börn sem eru svona sikkur með við 10 ára aldurinn og þau staðfesta það að þetta sé mjög authentic, þetta sé mjög einlægt og það sé þetta var reynd af fleiri aðilum bæði hér heima hvort það var ekki skrifstofstjóri Alþingis og svo var einhver biskup í Svíþjóð sem að prófa þetta allt þetta vakti tilfinningar hjá börnunum mínu sem þau kalla cringe en einhvern veginn náðu þú þessu, hver var galdurinn? Ég eiginlega veit ekki, ég hef ekki hugmyndu hvað ég var að segja ég er bara áeiginlega ekki heiðurinn að þessu ég er þarna, en ég er eiginlega viljalöst verkfæri í höndum ungrakonu sem heitir Ingunn Lára Kristjánsdóttir og er svona TikTok fréttamaður fréttastofunar mjög snjöll kona og fínn blaðamaður enda ekki langt að sækja að pabbinar er Kristján Már Unnarsson fréttamaður á Stöð 2 gamall vinnufélagi minn hún semst var áður sem TikTok til að sjá TikTok fréttir hann að verið fréttstofuna sem ég held að hafi verið frábært skref hún kom til mín og sagði hún hefði séð eitthvað svona vídeo á útlöndum og sagði gerum þetta og spurði hvert ég var til í þetta og skrifaði rauninni upp orðin og síðan fórum við bara RÚV og hún myndaði og leikstýrði þess algjörlega þannig að þetta var alveg svakalega vinsælt alveg fáránlega vinsælt en hún á allan heiðurinn að því en þú viljalösa verkfæri þú varst greinlega rétt mér tókst greinlega að leika þetta rétt og það sem var svolítið skemmtilt var að þetta fekk
nú er ég ekkert mikið, sko, ég er með TikTok í símanum en ég er ekki mjög virkur. Ég þekki það á afspurn. Já, ég er eiginlega svipaður, að sko áhorfstölurnar eða hvað þetta heitir, alveg rökuð upp. Já. Og hérna, lengi vel hvað sem ég kom ef það var ungt fólk, þá spurðið mig út í þetta og stundum, mann eitt skipti var að labba út í Kringlu, var að vakt og þurfti að labba út í Kringlu, þetta færi ykkur búðar, mæti ykkur ungum krökkum úr Vestló sem var að kaupa sér eitthvað mat í hádeginu, nýbúin að hérna, mæta þeim, heyri ég svona, þarna var hérna Risslerkallinn og hérna og þannig að þetta greinilega virkaði mjög vel og fyndið að segja að því nú alls ekki komið hátt í ár síðan þetta var að ég var nú bara í síðustu viku fór ég með úrið mitt til Úrsmis og þar var ung kona, semst ekki ykkur úlingur heldur svona ímyndaði mér ung kona 20-25 eitthvað svona og ég er að byrja eftir að skipta batteri í úrunum mínu og hún segir, hef ég ekki séð þig á TikTok og ég svona hugsaði að ég er nú ekkert virkur á TikTok hugsaði þarna með Rissler og þetta og þá fattaði hvað var að menna og sagði, jú, það passar og segir hún, já, ég horfi ekki eins og sjónvarp, ég horfi ekkert mikið á fréttir en ég og sko vinkonum mínu og svona, við sjáum allar fréttinar á TikTok þannig að það var alveg sko að því Ingunn Lára hún og fleiri, Ingibjörg Sara er annar vinnufélagi minn, þær er að vinna fréttir, sko, fyrir utan þetta svona grín-vídeó sem er svona skemmti efni, þá eru þær að vinna fréttaefni á TikTok þar sem þær eru bæði að segja fréttirna sem við erum að segja á hefðbundin hátt í útvarpi og sjónvarpi og eru líka oft sko að fjallum sko það sem er útskýra hlutina að því þetta eru yngri notendur útskýra verka landsframleiðslu og kvóta og svona hluti sko, þú veist hvað eru stýrivextir og eitthvað svona sko sem ég held að sé alveg brilljant hérna fyrirbæri og ég held að það veri mikið svona gæfuspor fyrir RÚV að ákveða að fara í að TikTok væða sig að þessu leiti og mjög heppið að fá manneski eins og Ingunni Láru og þau sem vinna með henni að því þarna náum við með fréttir til þeirra sem að horfi ekki hvort sem er línulega eða ekki línulega en á sjónvarpsfréttir eða hlusta útvarpsfréttir eða Þetta er svo breytt sko, þó að ég sé náttúrulega alin upp á sko, ég er 37 ára gammal þannig að það þýðir að þegar ég var alast upp það var línuleg daskar á náttúrulega á mínu hérna æskuheimili og allt það en svo þegar ég og kona mín hófum sambúð fyrir einhverjum 15 ára síðan þá vorum við ekkert að spá ég að fá okkur sjónvarp það er ekki og í svona mínu nærumhverfi þá er það ekkert og einhver áskriftað stöð 2 eða einhverjum ensku deildin þetta registrerar ekki og sko, þetta er brilljant að taka þetta skref og veiða kannski hérna vekja athygli með Rissler myndbandinu að það geti líka verið plattform og fréttir og ég held að sko með því að sko nú er ég búin að vera í þessum bransa í sko hátt í 40 ár og að því Ísland er nú lítið þá verður maður nú svona ef þú ert í sjónvarpi þá gerist það tiltölulega hratt að fólk svona viti kannski hver þú ert sé ekki endla á sitt frægur en fólk svona rekst á fólk á förnu vegi og það svona hilsaðir að því að þekkir andlitið já, finnst það þekkja þetta vídeó það bara tók fræð mína innan gæsalappa þessa sem ég var búin að vera að vinna að því hátt í 40 ár hún bara tók sko stökk hérna ég bara náði til nýra kynslóðar ekki það fræðin innan gæsalappa ég segi það nú í gríni sé ensóknarverði en það var svolítið gaman að upplifa það hvað svona lítið hlutur eins og þetta hvað hann gerði rosalega mikið hvað maður náði til bara algjörlega nýs hóps sem kannski aldrei séð mann áður þó maður búin að vera áratíu í sjónvarpi þá var það kannski krakka sem hefur kannski bara aldrei séð mann Ég held að þetta sé líka á hérna farið að teygja sig á breiðara aldurspil sko að þetta er ekki bara sko undir 20 ára ef þú ferð á biðstofu í dag upp í heilsugæslu þá er það þannig að það sitja ekki sko allir með eða það er að segja fyrir 5 ára síðan þá hefur kannski séð sko 20 ára einstaklinga sitja í símanum sínum og þeir sem voru eldri voru allir að fletta blöðum nú er það frá 9 ára og upp í 90 ára sitja allir og er að skrolla á doomskrolla eins og það kallað á hérna samfélagsmiðlum. Það er allir með síman það flettir enginn hérna þessum blöðum en það hefur nú oftur talað að eitt af mest heilsuspillandi sem þú finnur eru tímarit á læknastofum því fólki sem búið að fletta það er allt þarna hundveikt þess nærða þarna
Nei, þetta snjált, það gaman að þessu þú ert 56 módel en þú ert þú ert mjög ferskur vindur ennþá í á RÚV sem er kannski svolítið svona íhaldssöm stofnun í gegnum tíðina. Já, og RÚV hefur sko ég held að RÚV sem þetta mjög íhaldssöm stofnun og hefur rosalega mikilvæg hlutverki að gegna, almannavarna hlutverki og þess áttar og þetta mjög rótgróin stofnun. Hún samt í stöðri þróun bara eins og inn á fréttstofuna þar sem hlutirnir þetta alvarlegir, það rosalega gaman og það endurnýjun, það sko alltaf ykkur sem hætta út af aldri og yngri komin, þannig hún alltaf hún dálítið síjung já. Og meira segja sko Rás 1 og Rás 1 já. Hún ég sé alveg æsku þar líka þó hún sé svona gömul. Ég hef fáránlega góða trú á sko að útvarp lifi gegnum svona breytingar næstu áratuga. Ég held að sjónvarpið þetta breytast töluvert. Þá eftir að breytast mikið. En útvarp held ég að haldi sér. Já, þá eftir að halda sér. Þetta áhugavert. En svona lokum, hvað erum við að fara að sjá í þínum siglingum næsta áratugin? Já, ég vildi óska þess að við slum segja þess svo, ég vona að siglingarna verði ekki svona gamalmenna siglingar á okkurum lúxusnekkjum eða skemmtifæraskipum það sem flestir eru með göngugrind, ég vona að það verði ekki endilega restin af sjómannsferlinum, heldur freka kannski að með takist að koma skútun og flot eða jafnvel eignist trillu. Ég ég geti ekki sko ímynda mér skemmtilegri svona hobby eða athafnir þegar maður svona kannski hættur að vinna heldur en að geta verið að sigla. Þetta sé alveg frábært. Ég hlakka til að fylgjast með þér og ég á eftir að inna þið eftir þessu reglulega sko, hvort þú sitt ekki örugglega búin að laga mastrið. Já, það svolítið pressaði. Það pressa. Haukur, þakka þér kærlega fyrir að koma í sjókastið. Bara mín var ánægja og heiður. Bara 1000 takkir. Sem leys.